Já, góðan dag, ágætu bæjarfulltrúar og tilheyrendur, áhorfendur. Uh, við erum hér að hefja 48. fund bæjarstjórnar Sveitarfélagsins Árborgar í Grænumar og við byrja á bóka við mætingu. Mættir eru Tómas Ellert Tómasson, bæjarfulltrúi M-lista, Sigurjón Vídalín Guðmundsson, bæjarfulltrúi A-lista, Klara Öfjörð Sigfúsdóttir, bæjarfulltrúi S-lista, Ari Björn Þórhansen, bæjarfulltrúi D-lista, Kjartan Björnsson, bæjarfulltrúi D-lista, Brynhildur Jónsdóttir, bæjarfulltrúi D-lista og Gunnar Egilsson, bæjarfulltrúi D-lista. Við eigum von á Guðbjörgu Jónsdóttur varamanni B-lista en hún tafðist á leiðninga vegna umferðarslys. Vonum að hún birtist fljótlega. En þá er það fyrsta mál á dagskrá, það er landamerki Kaldanes Flóagaps-Torfa. Þetta er mál sem við frestuðum á síðasta fundi. Við vildum fá svona frekari upplýsingar þetta mál og við fundagögnin hafa bæst þarna minnisblað landamerki frá Sigríði Vilhjálmsdóttur lögmanni þar sem farið er yfir málið og eru einhverju sem óska eftir að taka til máls? Já, Ari Björn, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Mér sýnist nú svona á þessu minnisblaði þetta sé nú svona það sem við vorum að kalla eftir á síðasta fundi í fljótu bragði og ég held að það sé besta málu, þetta þurfa að vera fullnægjandi gögn með þeim málum sem koma inn til okkar og þetta hlýtur að leiða til þess að við getum gengið frá þessu. Það auðvitað skapaðist það þegar við keyptum Halskot á sín tíma, þá datt niður ótrúlega mikið af landamerkja erjum sem voru á milli og tala um sveitarfélagsins og þáverandi eiganda þeirri jörð og þá vonandi hægt að ganga í að klára ganga úr þessum. Takk fyrir þetta, Ari. Gjörðu svo vel. Gunnar Egilsson. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur. Já, þetta er það sem við höfðum áhyggjur af eða vildum fá nánari útskýringar sem við höfum fengið núna og ég sætti mig við þetta vegna þess að þetta er svona landamerki. Eins og við vitum það hefur gegnum tíðina verið heilmikið rifrildi og annað út af því en þarna er það komið dálítið með hnitin komin inn á þetta, ekki einhverja mið eins og maður þekkir mið þessu hóll í þetta fjall og koll á kolli. Núna er komin hnitin inn og það er mjög gott vegna þess að þetta er það sem skiptir máli og þetta er bara fagnaðarefni að það skuli vera búið að ganga frá þessu máli. Já, takk fyrir þetta. Einhverju fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið, landamerki Kaldanes Flóagaps-Torfa? Nei, svo er ekki. Já, heyrðu, það er óskað eftir stuttu hlé.
Heyrðu, þá er fundi framhaldið, það voru smá tæknilegir erfiðleikar hérna hjá okkur. En við erum hérna í fyrsta máli á dagskrá bæjarstjórnarfundar, landamerki Kaldaðanes Flóagapstorfa. Þannig að ég legg til að bæjarstjórn samþykki yfirlýsingu landamerki Flóagapstorfunnar og Kaldaðanes í samræmi við þær lýsingar sem framkoma í landamerkjabréfum jarðanna. Þessi geta samþykkt þessi tillögu vinsamlegast gefið merki. Eru allir samþykkir? Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það mál nr. 2 og dagskránni aðalskipulagsbreyting hreinsistöð. Það er tillaga frá 94. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 4. maí síðastliðinn liður 2. Aðalskipulagsbreyting hreinsistöð hreinsistöð. Bæjarstjórn Árborgar samþykkt á fundi sínum þann 16.2.2022 að auglýsa tillögu að breyting á gildandi aðalskipulagi Árborgar 2010-2030 í samræmi við 37. grein og 1. málsgrein 31. greinar skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Breytingin felur í sér að iðnaðarsvæði við Geitanes færist lítillega til vesturs en heildarstærð svæðisins verður óbreytt. Samhliða tillögu að aðalskipulagsbreytingu var auglýst tillaga að deiliskipulagi þar sem nánari ákvæði eru meðal annars sett framkvæmdir, ásýnd og frágang. Ofangreint tillaga að breytingu á gildandi aðalskipulagi var auglýst í lögbirtingablaði, fréttablaðinu og dagskráni miðvikudaginn 16. mars 2022 og var veittur frestur til athugasemda til og með 27. apríl 2022. Tillagan var einnig aðgengileg á heimasíðu Sveitarfélagsins Árborgar. Umsagnir bárust frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Veðurstofu Íslands, Umhverfisstofnun, Landsneti, Fiskistofu, Veiðifélagi Árnesinga, Vegagerðinni, Isavia og Mannvirkja og umhverfissviði Árborgar. Í umsögn Veðurstofu Íslands er bent á að í ríkjandi suðlægum og suðvestlægum áttum yfir sumari geti loftmengunar orðið vart við Norðurbyggð, Selfoss og Árbæjarhverfi. Í umsögn Isavia með tilvísun í reglugerð 464 frá 2007 öryggissvæði er tekið fram að til að tryggja að byggingar hreinsistöðvar og tengdra mannvirkja sem og vegna gróðurs gangi ekki upp fyrir hindrunarfleti flugvallarins á Selfossi. Slíkar hindranir geti skert öryggi loftfara og séu líklega til að draga úr öryggi flugvallarins. Isavia mælist til að unnið verði kort með hindranaflötum samkvæmt nýju deiliskipulagi og þá í samráði við Isavia og Samgöngustofu. Einnig vakin athygli á að á byggingatíma gilda kröfur hæðahindranir svo sem vegna byggingakrana og viðlíka búnaðar og er óskað eftir samráði við Isavia og Samgöngustofu þau mál. Allir umsagnaraðilar gáfu jákvæða umsögn fyrir utan ofangreindar ábendingar Veðurstofu Íslands og Isavia. Skipulags- og byggingarnefnd telur rétt að tekið verði tillit til ábendinga Veðurstofu Íslands og Isavia. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillögun og lagði til við bæjarstjórn að tillagan er samþykkt í samræmi við 32. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og feli skipulagsfulltrúa að senda skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við sömu grein laga. Einhverjir sem óska eftir að taka til máls. Tómas Ellert, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir og áhorfendur. Hér er að ræða þessa aðalskipulagsbreytingu vegna hreinsistöðvarnar sem er bara fagnaðarefnið sem er samþykkt þetta. Þetta er búið að taka okkur langa tíma að vinna að þessu verkefni. Margir komið að þessu í gegnum tíðina. Nú er svona loksins verið að hylla undir það að þetta mál sé að klárast. Ég get tekið undir þessar athugasemdir náttúrulega hjá Isavia að það átti að vera að setja hæðalínur þarna inn á sem að vantaði. Væntanlega verður því bara kippt í liðinn, það er athugasemdir. En eins og ég segi, ég held að við getum öll verið bara glöði í dag allavega að það er þetta og við sem hafa samþykkið þetta og að þessi blessaða hreinsistöð er að fara að koma eftir 40 ára bið, meira svoleiðis. En þú veist, það er margir búin að vinna hart að þessu, það er margir hér inni
eða nokkri sem hafa unnið hart að þessu máli. En þetta er, sko, þetta er þverpólitískt mál, þetta er ekki spurning um það þetta er ekki, maður er ekki með montréttinn, sko, á þessu máli. Það er allir að vinna á þessu máli saman. Og menn hafa bara tekið við boltanum á milli kjörtímabila og haldið áfram þetta mál. Þetta er alltaf búið að vera mjög tímafrekt. Umhverfismat og annað og en ég segi það hillir undir að sem blessaða hreinsun sé að frá og þurfum ekki að fara að sjá fleiri fréttir í sjónvarpinu á næstu árum. Takk. Takk fyrir þetta. Gunnar Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti bæjarfulltrúar, tilheyrendur, velkomin á fundinn. Já, ég tek alveg undir þetta með Tómas Ellert. Þetta mál er búið að taka langa tíma og þess að var byrjað til að 2002. Þá var byrjað að sameina útrásir hér með hana. 95, það er fyrr. Og þetta er bara alveg frábært. Það skuli þá vera komið, við erum komin á þennan rekspöl, en það er það sem ég svona alltaf hváði við alla tíman í þessu máli. Að þegar var ákveðið að fara í hreinsunarstöð og við keyptum sem sagt hreinsustækin 2014 að við skildum hafi verið stoppuð af. Mér finnst það grátlegt að horfa upp á það að við viljum byrja á því að hreinsa og það skildi nokkrir aðilar hafa það að Skipulagsstofnun stoppa okkur af. Að vilja ekki byrja að hreinsa. Mér finnst það grátlegt að þetta núna 2014 það eru 8 ár síðan. Hugsið, það eru 8 ár síðan. Þetta er búið að taka núna, þessi ferill er búin að taka 8 ár. Fólk verður að gera sér grein fyrir því, svona er þetta. Þegar það þarf að fara í umhverfismet, þá erum við að skoða svo marga þætti í þessu. Eins og núna, við erum að samþykkja breyting á skipulagi. Ísafía kemur hérna með hæðakvóta og það kom hérna Veðurstofan og það er með lyktarmengun og annað. Og þetta er ótrúlegt að þetta skuli taka þennan tíma. Við vildum virkilega fara í það að hreinsa. Taka föstu efnin úr, byrja á því. Það er fyrsta stigs hreinsun. En menn voru bara ekki með okkur í því að vilja fara í þetta, nema svo skammast í okkur hverjum einasta veiðifélagsfundi út af þessu máli. Mér finnst þetta grátlegt, en ég fagna þessu. Enda eigum við að bera þá virðingu fyrir ánum okkar að hreinsa og setja í það. Mér finnst þetta frábært. Takk. Takk fyrir þetta, Gunnar. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Þessi nú hægt að taka undir með Gunnari varðandi tíman sem þetta hefur tekið að maður er að reyna að útskýra þetta fyrir fólki og það er náttúrulega bara skilur þetta enginn að þetta sé í alvöru svona og svona, já, en þetta er virkilega fagnaðarefni. Þá ber ég þessa tillögu. Já, Kjartan Björnsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur, gera heiðarlega tilraun til að fæst upp það setningar. Þetta er búið að vera langur ferill og langur aðdragandi og margir sem hafa að því komið í gegnum árin, margar bæjarstjórnir og þetta er auðvitað eilífðar umræðuefni í okkar samfélagi og eins og Arna sagði hér áðan,
það er eiginlega næstu því erfitt að útskýra þetta fyrir fólki því að fólki bara heldur að það sé setið með hendur í skauti en það er auðvitað ekki þannig. Þannig að þetta er fagnaðarefni, þetta skuli þó vera komið þangað og nú er bara að sjá hvernig við getum unnið úr þessu í framhaldinu og vonandi verður skriður á þessu máli á næsta ári. Takk fyrir þetta, Kjartan. Þá ber ég upp þessa tillögu aðalskipulagsbreytingu vegna hreinsistöðvar. Þeir sem eru samþykkir þessari breytingu vinnslaskefumerki, hún er samþykkt samhljóða með 18 greiddum atkvæðum. Þá er það liður 3, það er deiliskipulag hreinsistöð við Geitanes. Tillaga af 94. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 4. maí síðastliðnum liður 3, deiliskipulag hreinsistöð við Geitanes. Bæjarstjórn Árborgar samþykkt á fundi sínum þann 16. febrúar 2022 að auglýsa tillögu að deiliskipulagi fyrir hreinsistöð við Geitanes í samræmi við 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Deiliskipulagið tekur til uppbyggingar á tveggja þrepa hreinsistöð fyrir fráveitu við Geitanes norðan við flugvöllinn á Selfossi. Markmið framkvæmdarinnar er að koma á hreinsun skólps á Selfossi sem að uppfylli skilyrði laga og reglugerða en í dag er skólp að mestu losað óhreinsað í Ölfusá. Deiliskipulagið tekur einnig til aðkomu að lóð hreinsistöðarinnar, lóðarinnar sjálfrar og nærumhverfi eftir því sem þörf krefur meðal annars vegna útrásar í Ölfusá. Í deiliskipulaginu er gerð grein fyrir fyrirhuguðum framkvæmdum og settir fram skilmálar landnotkun, mannvirki, útrás, vernd náttúru og frágang. Deiliskipulagstillagan var auglýst í lögbirtingarblaðinu, fréttablaðinu og dagskráni miðvikudaginn 16. mars 2022 og var veittur frestur til athugasemda til og með 27. apríl 2022. Tillagan var einnig aðgengileg á heimasíðu Sveitarfélagsins Árborgar. Umsagnir bárust frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands, Veðurstofu Íslands, Umhverfisstofnun, Landsneti, Fiskistofu, Veiðifélagi Árnesinga, Vegagerðinni, Isavia og mannvirkja Umhverfisstofnsviði Árborgar. Í umsögn Veðurstofu Íslands er bent á að í ríkjandi suðvestlægum áttum yfir sumari geti loftmengun á norðurbyggð Selfoss og Árbæjarhverfi Í umsögn Isavia með tilvísun í reglugerð 464 frá 2007 öryggissvæði er tekið fram að til að tryggja að byggingar hreinsistöðvar og tengdra mannvirkja sem og vegna gróðurs gangi ekki upp fyrir hindrunarfleti flugvallarins á Selfossi. Slíkar hindranir geti skert öryggi loftfara og séu líklega til að draga úr öryggi flugvallarins. Isavia mælist til að unnið verði kort með hindrunarflötum samkvæmt nýju deiliskipulagi og þá í samræmi við Isavia og Samgöngustofu. Einnig vakin athygli á að á byggingatíma gilda kröfur hæðarhindranir svo sem vegna byggingakrafa við líka búnaðar og er óskað eftir samráði við Isavia og Samgöngustofu þau mál. Allir umsagnaraðilar gáfu jákvæða umsögn fyrir utan ofangreindar ábendingar Veðurstofu Íslands og Isavia. Skipulags- og byggingarnefnd telur rétt að tekið verði tillit til ábendingar Veðurstofu Íslands og unnið verði kort af hindrunarflötum samkvæmt ábendingu Isavia. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillöguna og lagði til við bæjarstjórn að tillagan yrði samþykkt í samræmi við 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010 og feli skipulagsfulltrúa að senda skipulagsstofnun tillöguna til afgreiðslu í samræmi við sömu grein laga. Einhverju sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið, deiliskipulag hreinsistöð við Geitanes. Svo er ekki. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu deiliskipulag við hreinsistöð vinnslaskefumerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það liður 4, Lassenstræti 2, deiliskipulagsbreyting. Tillaga frá 94. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 4. maí síðastliðinn liður 4, Lassenstræti 2. Deiliskipulagsbreyting. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti á fundi 23. febrúar 2022 í samræmi við aðra málsgrein 43. greina skipulagslaga nr. 123 frá 2010 óverulega breytingu á gildandi deiliskipulagi vegna lóðarinnar Lassenstræti 2 á Selfossi. Tillagan hefur verið grenndarkynnt fyrir eigundum fasteignanna í Lassenstræti 4 og 6, Langholti 1 og var gefin frestuð til og með 22. mars 2022. Ein athugasemd barst frá Páli Gunnlaugsinni fyrir hönd Smáragarðs e.h.f. eiganda fasteignarinnar að Langholti 1. Gerð var athugasemd við að byggingareitur á lóðinni Lassenstræti 2 nái að lóðamörkum Langholts 1. Gerð hefur verið breyting á uppdrætti og byggingareitur færður
í 3 metra fjarlægð frá lóðamörk. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkti tillöguna og lagði til við bæjarstjórn að tillagan yrði samþykkt í samræmi við 2. málsgrein 43. greinar og feli skipulagsfulltrúa að senda skipulagsstofnuninni tillöguna til varðveislu og auglýsi gildistöku í B-deild stjórnartíðinda. Einhver sem óska eftir að taka til máls undir þessari tillögu? Svo ekki. Þeir sem geta samþykkt deiliskipulagsbreytingu í Larsenstræti 2 vinsalast gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er liður 5. Umsókn stofnframlög. Íbúðir fyrir öryrkja í Árborg 2022. Umsókn frá Brynju, húsið og Öryrkjabandalags Íslands stofnframlög vegna byggingar eða kaupa á 7 íbúðum í Árborg. Bókun frá 145. fundi bæjarráðs. Bæjarráð tók jákvætt í erindi en óskaði eftir að framkvæmdastjóri Brynju húsis og Öryrkjabandalags kæmi á fund bæjarráðs til að ræða erindið ásamt öðrum sameiginlegum hagsmunamálum Brynju og Sveitarfélagsins Árborgar. Bæjarráð samþykkir beiðni Brynju, húsjós Öryrkjabandalagsins stofnframlög vegna 7 íbúða. Viðræðum við Guðbrand Sigurðsson var frestað að sinni. Óskað var eftir staðfestingu bæjarstjórnar stofnframlög vegna 7 íbúða. Einhverju sem óskað eftir að taka til máls undir þessum lið? Ari Björn, gjör svo vel. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, tilnefndir og gestir. Það ber að fagna þessu að þeir skulu alltaf auka við sig íbúðum hér á okkar svæði. Það var nú svona lengi gagnrýni raddir á þeir eiga einhverja nokkra, ég man nú ekki hvað margar. Það var nú lengi gagnrýni á þessi félög, bæði Brynju og Bjarg, að þeir færi ekki nóg út á landsbyggðina, en þar eru sýnilega allavega eru að því núna og þetta hlýtur að létta á þeir sem að minnst mega sín í samfélaginu að þeim verði hjálpað að komast í öruggt skjól og þetta er besta mál og þetta léttir þetta þá líka á sveitarfélaginu með þær félagslegu íbúðir sem þeir eru með þó að það kannski megi gera betur í því en það var nú starfshópur í gangi ef mann rétt til að vinna framtíðarskipulag á því dæmi en þess ber að fagna. Takk fyrir þetta, Ari. Gísli Halldór, gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og áheyrendur. Þar sem ekki er ljóst nákvæmlega hvernig framvindan verður á því að Brynja fjárfesti í þessum 7 íbúðum, þá töldum við bæjarstjóri og fjármálastjóri ekki rétt að setja fram viðauka við fjárhagsáætlun að svo stöddu. Heldur að það þyrfti að gera betur kemur í ljós hvort af þessu verður núna í haust eða hvort það drægist fram á næsta ár. Þannig að það var ákvörðun okkar að ekki væri rétt að leggja fram viðaukatillögu að svo stöddu. Takk. Takk fyrir þetta, Gísli. Þá ber ég þessa tillögu upp þeir sem að samþykkja 7 stofnframlög fyrir íbúðir Brynju húsjós í sveitarfélaginu Árborg Björnsaskefumerki. Það er samþykkt samhljóða. Nú, gæti verið. Herðu, þá er það liður 6. Það er framkvæmdaleyfi Suðurhólar háspennustrengur í jörð Rarik. Tillaga frá 94. fundi skipulags- og byggingarnefndar frá 4. maí síðastliðinn, liður 7, framkvæmdaleyfi Suðurhólar háspennustrengur í jörð. Lárus Einarsson fyrir hönd Rarik óskar eftir samþykki Sveitarfélagsins Árborgar fyrir lögn á 11 kW háspennustreng með Suðurhólum
frá spennistöð Rarik við hundasleppisvæði að spennistöð Rarik við afleggjara að Jórvík. Töluvert af lögnum á þessari leið og eftir að stika nákvæmlega út hentugustu leiðina. Eftir að leið hefur verið stikuð út og GPS-mælt verður hún send á Sveitarfélag Árborg til umsagnar. Aftur í samband við aðliggjandi landeigendur, þeim kynnt framkvæmdin og óskað samþykkis. Sérstök gát verður höfð vegna lagnarinnar með tillit til umferðar og reiðstígs. Strax verður gengið frá skurðstæði með fullnægjandi hætti. Framkvæmd áætluð í maí 2022. Skipulags- og byggingarnefnd lagði til við bæjarráð Árborgar að umsókn yrði samþykkt og að skipulagsfulltrúa yrði falið að gefa út framkvæmdaleyfi í samræmi við reglugerð framkvæmdaleyfi nr. 772 frá 2012. Einhverju sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Framkvæmdaleyfi, Suðurhólar, háspennustrengur í jörð. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu, vinsamlega skefið merki. Það samþykkt samhljóða. Þá það 7. liður, framkvæmdaleyfi, rannsóknarborholur, heitt vatn, Selfossveitur. Umsókn framkvæmdaleyfi. Vilhjálmur Kristjánsson fyrir hönd Selfossveitna óskar eftir framkvæmdaleyfi fyrir rannsóknarborunum á Selfossi, landnúmer 186665. Sóttur framkvæmdaleyfi fyrir borun á 2 rannsóknarhólum, hólu 1 og hólu 2, samkvæmt tillögu ISOR í meðfylgjandi minnisblaði dags 12. apríl 2022. Útbúa þarf vegslóða að staðsetningum hólana og aðkoma verður skoðuð í samræmi við þá sem málið varðar sem og borverktaka. Á borstað þarf að jafna jörð og útbúa malarplan fyrir bor að standa á. Ráðist yrði í boranir á tímabilinu maí til september 2022 og verktími fyrir hvora hólu sirka 1 mánuður. Að höfðu samráði við skipulagsfulltrúa leggur bæjarstjóri til við bæjarstjórn að samþykkja framkvæmdaleyfið. Einhverju sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Já, gjör svo vel, Tómas Eilef. Það fórseti, við erum að ræða þetta framkvæmdaleyfi fyrir borunum innanbæjar, bara 6 hólur og það sem er verið að byggja á borunum sem voru gerðar fyrir einhverjum 30 árum síðan og það sem jarðhiti ofanjarðar virðist vera. Það sem að mér er svona gaman að aðeins og eiginlega sem að þetta náttúrulega nauðsynlegar boranir til að kanna betur jarðhitastigulinn. Hvað ef jafnvel að okkar helstu vinnsluhola til framtíðar myndi bara finnast á Bjössarólu? Það möguleiki á Bjössarólu. Það verið að bora eina holu þar. Það væri skemmtilegt. Við erum bara að benda ykkur á það ef við skoðum korti hvar þessar borholur eru. Þannig að íbúar með að búast við að sjá bor að störfum. Takk fyrir þetta. Fyrir fleiri sem óska eftir að taka til máls. Svo ekki. Þá byrjuð það upp þeir sem geta samþykkt framkvæmdaleyfi fyrir rannsókn á borholum. Vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá það 8. liður. Það árangurstjórnun í fjármálum með KPMG. Sveitarfélag Árborg hefur vaxið mikið á undanförnum árum og stefnir í áframhaldandi vöxt vegna eftirspurnar frá nýjum íbúum og meðal annars áforma landeigenda uppbyggingu. Metnaður sveitarfélagsins að vera áfram áhugaverður búsetukostur. Miklum vexti fylgja ýmsar áskoranir fyrir sveitarfélagi í fjármálum. Víðtæk uppbygging á nauðsynlegum fjárfrekum innviðum og margvísleg þjónusta á misræmi í tíma
Varðandi fjárfestingar, tekjur, útgjöld, auk skuldsetningar og vaxandi umsvif er allt hluti af þeim áskorunum sem takast þarf á við stjórn fjármála hjá sveitarfélaginu. Núverandi efnahagsástand með mikilli og vaxandi verðbólgu gerir enn flóknari þá áskorun að stýra fjármálum sveitarfélagsins á borð við Árborg með sem farsælustum hætti. Sveitarfélagið Árborg vill vera með trausta fjárhagsstöðu þrátt fyrir ofangreindar áskorunni og því leggur forseti til við bæjarstjórn að gengið verði til samninga við KPMG á þeim grunni sem lýst í framlögum gögnum. Bæjarstjóra verði falið að undirrita framlagðan samning fyrir hönd sveitarfélagsins. Orðið laust þessa tillögu og Gísli Halldór gjörðu svo vel. Forseti, það voru ekki allir sem gátu komist á kynningafundinn sem KPMG hélt þetta efni í síðustu viku og langaði mig því að fara stuttlega yfir málið og það sem að hér er lagt til grundvallar. Í samskiptum við Árborg þessu máli og á kynningafundinum í síðustu viku voru Auðun Guðjónsson, starfsmaður KPMG hér á Selfossi, Steinþór Pálsson sem að sér þessi verkefni gagnvart sveitarfélögum hjá KPMG, fyrrverandi Landsbankastjóri, og Róbert Ragnarsson sem tekið hefur til starfa hjá KPMG eftir að hafa unnið sjálfstætt árum saman, fyrrverandi bæjarstjóri í Grindavík. En ég ætla að lesa hérna svona áherslur þær sem að KPMG setur fram varðandi þetta verkefni, en þeir hafa verið að kynna sambærileg verkefni fyrir sveitarfélögum í vetur og hafa meðal annars hannað og hafa enn í þróun mælaborð sem ætluð eru stjórnendum og bæjarfulltrúum til að hafa góða yfirsýn yfir það sem er að gerast í fjármálum. En eins og segir í kynningunum fyrir á þeim, starfsfólk KPMG hefur víðtæka reynslu, með leyfi forseta, af þjónustu við sveitarfélög og mikla þekkingu á starfsemi þeirra. Jafnframt hefur félagið á að skipa ráðgjöfum með yfirgripsmikla þekkingu á fjármálum og fjármálastjórn sem eru tilbúnir til að aðstoða stjórnendur við mótun aðgerða sem skila árangri. Verkefnatillaga KPMG byggist á eftirfarandi áföngum. Í fyrsta lagi að greina núverandi stöðu, áskoranir og tækifæri varðandi lykilþætti í fjármálum sveitarfélagsins. Í öðru lagi að móta sviðsmyndir fyrir mismunandi þróun á helstu drifkröftum. Í þriðja lagi að innleiða heildræna árangurstjórnun, markmið, nálgun, mælaborð, greiningartól, skilgreindar aðgerðir og framkvæmd. Þessi mælaborð og greiningartól eru, eins og ég nefndi, nokkuð sem KPMG hefur haft í þróun og myndi þá samræmast okkar hugbúnaði og bókhaldskerfum. En í fjórða lagi, fjórði áfangi, eru stöðugar umbætur, ábendingar, að hafa frumkvæði og almennur stuðningur við stjórn fjármála. Þannig myndi KPMG koma sem ráðgjafi og ábendingaraðili til stuðnings fjármálastjóra og framkvæmdastjóra og hafa frumkvæði þegar að þeir teldu að eitthvað mætti betur fara eða tækifæri sæjust. Nú stuðst verður við aðferðafræði KPMG markmiðssetningu í fjármálum sem góð reynsla komin á í þjónustu við sveitarfélög og markmiðið með vinnunni að efla og bæta árangur í fjármálum til næstu ára þannig að sveitarfélagið verði sjálfbært á því sviði, bæta yfirsýn og ákvarðanatöku, koma á betri mælingu og stjórnun á markmiðum og frammistöðu, samþætta áætlanir og aðgerðir allra starfseininga, samstilla hegðun og aðgerðir til samræmis við stefnu áherslur og KPMG leggur áherslu á nána samvinnu við starfsfólk sveitarfélagsins við allt ferlið. En samningurinn, drög að samningi, liggur hér
í fundagáttinni og jafnframt kynning KPMG á verkefninu. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Gísli. Næstur er beðin orðið Gunnar Egilsson, gjörðu svo vel. Kosti, bæjarfulltrúi og tilheyrendur. Já, sko, ég er ekki aldrei neitt á móti því að sé að fara að skoða svona mál, en við skulum átta okkur á því, þetta er síðasti bæjarstjórnarfundur. Ég held að það hefur verið nær. Þetta var kynnt í síðustu viku, því miður komst ég ekki á það. Þau mér segja þetta nú ekki fengið boðað á fundin. Að mér finnst svona ákvarðanir eiga bara verið í höndum nýrri bæjarstjórn. Við eigum ekki að fara að binda nýja bæjarstjórn með þetta. Það getur verið bara allt aðra áherslur á nýrri bæjarstjórn sem verður hérna í næstu eftir laugardaginn. Og mér finnst þetta bara ekki, mér finnst þetta tímasetningin, finnst mér ekki rétt og ég bara get ekki samþykkt svona til þess að binda hendur nýrra bæjarstjórnar. Þeir verða bara að takast á við það sem eru að fara fram og ná þá kjöri sem eru hérna, það eru nokkur hérna inni sem eru að sækjast eftir kjöri, með skusti 4 eða 5 hérna. Og mér finnst bara að vera rétt að sú bæjarstjórn taki þess ákvörðun. En það þarf ekkert að flýta sig meira. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Gunnar. Næstur er beðin orðið bæjarfulltrúi Ari Björn Thorarinsson. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar og gestir, tilheyrendur. Ég vil nú taka undir orð Gunnars í þessu. Þetta er mjög einkennileg tímasetning á þessu erindi. Ekki að ég segi nú sama, ég er nú bara frekur hlynntur í því þannig. En við skulum gera okkur grein fyrir því að á mánudaginn verða pottet komnir 6 nýjir bæjarfulltrúar sem eru ekki kannski á þessu og vera að skrifa undir einhvern samning núna 3 dögum fyrir kosningar og að fara að kaupa út tíma hjá þessu ráðgjafafyrirtæki fyrir 25.000 kall tíman. Að mér finnst þetta nú svona, ég held við ættum að fresta þessu og leggja þetta bara fyrir nýja bæjarstjórn og næsta fundi eða fyrsta fundi hennar. Það er ekkert athugavert við það að þetta verði gert þar. En það er svona eðlilegra að ný bæjarstjórn taki ákvörðun þetta verkefni. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Já, Kjartan Björnsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Ég hef búin að skoða þessi gögn í dag eftir að það var sent til okkar dagskrá fundarins. Þannig að fyrsta sem ég sé af þessu máli, ég hef ekki fengið boð þennan kynningafund, þannig ég fór nú bara á fund hjá þeim í KPMG og fekk svona aðeins útskýringar á því þar hjá Auðunni og það er alveg ljóst að það er margt gott sem að þarna gæti nú verið gert og nýtist ábyggilega í stýringu fjármuna og verkefna hjá sveitarfélaginu og aðstoð við að halda utan kostnað og fleira og ég held að þetta sé bara í raun mjög gott og það er vandað fyrirtæki og ferð og allt slíkt og góðir aðilar. En
ég get ekki undir það með félögum mínu hér, Ara og Gunnari, að það eru auðvitað náttúrulega ákvæmlega sérkennilegt að það eru 72 klukkutímar eftir af raunverulegu lífi þessar bæjarstjórnar sem núna situr að vera ákveða þetta, því þetta er nú bara svona ákvörðun sem að er fyrir næstu misseri og ár. Auðvitað eru ofta að taka ákvarðanir fram í tíman og annað slíkt, en það er sérstaklega að gera þetta svona nánast mínútu fyrir. Ég verður bara að segja það. En ég held að í grunninn sé margt gott í þessu og ég efast ekki það, ég hef ekki búin að tala við fjármálastjóra en ég efast ekki það, þetta getur nú verið í grunninn að hennar undirlægi og henni þóknaðist þetta mjög vel og eftir því sem að Auðun sagði mér að þá er KPMG búið að reyna að æsa til þessa samstarfs í einhver tíma og æskja þessa samstarfs því þeir eru með sérþekkingu á þessu sviði og ég eins og segi, þetta er ábyggilega gott mál en ég gerir athugasemd tímasetningur svona rétt fyrir lokun og svo auðvitað hafi ekki fengið boðum að koma á kynningafundi, það er auðvitað hann sem hefði verið gaman að koma á til þess að fá kynninguna en þetta las ég bara í morgun þegar ég fór að skoða gögnin mín. Takk fyrir þetta Kjartan, mér finnst mjög skrítið og ekki fengið boð, við fengum öll hennan tölvupóst. Já, það er eitthvað skrítið, að það stendur nafni eitt. En og varðandi fjárhæðina þá er samningurinn, það stendur að hann sé 6-9 milljónir króna, en ef að einhver aukakostnaður fyrir upp fyrir 25.000 þarf að samþykkja hann sérstaklega stendur í samningum, svo ég taki það fram. Er einhverju fleiri sem óskar til þetta til máls? Tómas Ellert, gjör svo vel. Forseti, ég er nú bara að skoða fundabóðið og mér finnst öll að hafa fengið boðan á fund. En það er skemmtilegt að hlusta á minnihlutann vera að ræða þetta sé besta mál að gera þetta. En vil ég svo bíða með þetta að fresta þessu. Málið það að við erum með umboð alveg fram að mánaðamótum. Þessi bæjarstjórn, ný bæjarstjórn tekur ekki við fyrir mánaðamótin maí-júní eða byrjun júní. Og ég tel að bara ég segi eftir samtölu mín við starfsmenn og aðra að það sé ekkert eftir neina að bíða þessu og fara bara í þetta verkefni. Við erum að ráða til okkar færustu sérfræðinga til að halda svona utanum, vera svona brúarsmiðir því að við höfum metnað til að gera vel á öllum sviðum og við höfum líka metnað fyrir því að fara ekki yfir löglega skuldaviðmið hlutfallið og það var bara mjög gott að fá svona utanaðkomandi aðstoð. Þetta er bara svipað að maður er að byggja hús og það er maður verkfræðing og arkitekta og þannig líti ég á þetta verkefni að þetta eru okkar brúarsmiðir til að aðstoða okkur svona við þá innviða uppbyggingu og annað sem við erum með í gangi, aðstofa við reksturinn og ég er alveg sannfærður það að þessu uppsetning hjá þeim og hvernig þeir munu nálgast málið og því það er reyndar hef ég heyrt greinilega við þá þarna hjá KPMG að þetta er bara besta mál og ég hef engan áhuga að vera að fresta þessu eitthvað lengur þannig að þetta er aldrei tekið fyrir á bæjarstjórnarfundi fyrir í júní og að því mér skilst að málflutningur er nú þannig í dag að það sé hér allt í volli að það er ekki bara að drífa þetta stað. Það er ekki eftir neina að bíða. Þetta Tómas Ellert, næstur við beðum orðið bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson, gjörðu svo vel.
forseti bæjarfulltrúa tilheyrendur. Já, hér í byrjun þessa kjörtímabils var farið í það að var fenginn hér maður Harald Líndal til að gera hér úttekt á sveitarfélagi. Það var gert, hún kostaði fullt af peningum. Það er búið að fara eftir henn. Það væri náttúrulega gaman að vita hvort að það væri það hefði skilað þeim árangri sem átt að gera. Ég hef nú ekki séð það. Við skulum ekki gleyma því, það var að fara hér í aðra skýrslu sem hér Grant Thornton skýrsla. Hvar er hún? Hún er ekki staðar undir stól. Veit enginn hvar hún er. Það vill enginn helst tala um hana. Hún kostaði pening líka. Mér finnst núna að þessi meirihluti skuli vera að koma með þetta núna rétt fyrir kosningar og ætla til þess að maður samþykki þetta út af því við erum að gagnrýna reksturinn, búin að gera það allan tíman. Er þetta samstöð skyndireddingin á að redda reksturinnum akkurat núna með KPMG til þess að fara í þetta? Ég bara spyr, þess svona er þetta. Það sem við vorum að benda á, og ég talaði um hérna áðan, það var það, þó að við séum með umboðið til 28. maí, þá er ekki græðginni völd það mikil að við hljótum að geta áttað okkur á því. Það eru hérna komin 6 nýjir bæjarfulltrúar inn og það verður kannski annar meirihluti eða þessi meirihluti eða hvaða meirihluti sem er. Þá tel ég það miklu skynsamlara að fresta þessu máli. Ég kemur þá tillögu að þessi máli verið frestað til næsta bæjarstjórnarfundar. Þá geta þau sem taka við stjórnir á þessu sveitarfélagi tekið ákvörðun þetta hvort þau vilja vera í þessu eða skoða þetta sjálf. Þeir sem eru hérna verðandi bæjarfulltrúar, þeir fengu enga kynningu á þessu. Mér finnst þetta rangt, eins og margt annað. Takk fyrir þetta, Gunnar. Einhverju fleiri sem að óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Það er 8. liður árangurstjórnun í fjármálum með KPMG. Einhverju sem óska eftir að taka til máls? Svo er ekki. Það er komin hérna fram tillaga að málinu verði frestað. Þá ber ég þá tillögu þeir sem að vilja fresta þessu máli. Gefi merki. Það eru 4. Þeir sem að eru á móti til að gefa merki. Það eru 5 á móti. Þá ber ég upp tillöguna að við göngum til samninga við KPMG samstarf varðandi fjármál þjónustuna sem þeir eru að bjóða upp á þeir sem geta samþykkt þá tillögu vissulega gefa merki. Er einhver á móti? Það eru 3 á móti, 1 situr hjá. Þá er það 9. liður, það er tilboð í jörðina Litlu Sandvík land 4. Gagntilboð í jörðina Litlu Sandvík land 4. Tilboð er gert í tengslu við fyrirhugaða færslu flugbrautar til suðurs sem kveðið er á í gildandi aðalskipulagi. Með kaupunum munu opnast möguleikar til að stórbæta aðstöðu til einkaflugs og kennslu. Færsla flugbrautarinnar rýmir svæði norðan hennar til mögulegra framtíðarnota. Tilboð sveitarfélagsins var gert að beiðni forseta bæjarstjórnar með fyrirvara samþykki bæjarstjórnar. Er einhverju sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Sigurður Vítaling, gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bæjarstjóri, áhorfendur heima og í sal. Já, þarna erum að ræða tilboð í 18 hektara landsbyldu vestan við norður-suður flugbrautina og sunnan við austur-vestur flugbrautina. Það er nauðsynlegt að sveitarfélagið eignist þetta land til þess að geta fært flugbrautina til norður-suður flugbrautina og búið þar með til pláss meðfram Bakka Ölfusár sem að myndi þá hugsanlega nýtast betur en gerir í dag vegna legu flugbrautarinnar. En auk þess er nauðsynlegt fyrir sveitarfélagið að eiga þetta land til þess að auðvelda aðgengi að flugvellinum sem sagt þá vestan megin og gera þá einhver uppbyggingu þar mögulega inn í framtíðina. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Eru einhverju fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bæjarfulltrúi Ari Björn, gjörðu svo vel. Já, forseti, góðir bæjarfulltrúar, tilheyrendur, gestir. Ég sé allavega boða þetta nú ekkert svona vandlega neitt heima áður ég kom en ég sé ekkert alveg í þessu skjali hvað þetta er stórt þetta land. En ég er alveg sammála því að þetta þurfum við eignast þetta og allt land hér raun og veru sem er fast í kringum bæina því að það fer alltaf hækkandi og hækkandi alveg sama hvernig það er en eins kemur ekki fram hvort að þetta er gagntilboð af okkur og ég sé hvergi neina tölur hvað upprunalega dæmið var. Það þótti gaman að fá að vita það. Takk fyrir þetta. Næstur við biðjum orðið bæjarfulltrúi Gísli Halldór. Bæjarstjóri Gísli Halldór, gjörðu svo vel. Forseti, upphaflega er gert tilboð að frumkvæði Sveitarfélags Árborgar, þar að segja bæjarstjóri fyrir þess hönd, með fyrirvara samþykki bæjarstjórnar upp á 50 milljónir króna. Og þá kemur þetta gagntilboð frá eigendum. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gísli. Fleiri sem að óska eftir að taka til máls undir þessum lið. Svo er ekki. Þá ber ég upp þessa tillögu þetta gagntilboð í jörðina Litlu Sandvík, land 4. Þeir sem geta samþykkt þetta gagntilboð vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Þá er það 10. liður viðauki við fjárhagsáætlun 2022. Og meðfylgjandi er þarna viðauki númer 4. Það er skrifstofa félagslegrar þjónustu. Það er fjölgun stöðugilda hjá félagsþjónustu samtals 1,3 stöðugildi. Málstjóri fyrir börn af erlendum uppruna 30% frá 1. maí og teymisstjóra barnateymis frá 1. ágúst 2022. Samtals launakostnaður 7.460.000. Þetta snýst að nýju farsældarlögin. Við fengum sem sagt 32 milljónir að mig minnir frá félagsmálaráðuneytinu til þess að standa straum á kostnaði við málstjóra sem eru sem sagt viðbætur vegna
vegna farsældarlagana en það gleymdist að gera ráð fyrir útgjöldunum. Þannig að tekjurnar voru færðar, það var fært í tekna þar sem við fengum, en það gleymdist að gera ráð fyrir útgjöldum sem þessu nemur. Þannig að það er þessi viðauki upp á 7.460.000. Þeir sem geta samþykkt þennan viðauka vinsalast gefi merki. Jú, vill einhver taka til máls undir þessum lið. Gjör svo vel, Tómas Helgi. Forseti, já, nú er komið að því, krakkar mínir, nú eru farsældarlögin að fara að tikka inn. Nei, sko, lögin sjálf og allt það og barnaverndarlögin, þetta er allt í besta mál, sko. En nú er kostnaðin að fara að tikka inn. Og þetta er akkurat mál þar sem að mínu mati ráðherra barnamála hefur verið að slá sig til riddara með á kostnað sveitarfélaga. Hér þurfa bæjarfulltrúar, næstu bæjarstjórnar að hafa svolítið hátt og fara í ráðuneytin og ræða við menn og til að fá alvöru fjármögnun á þetta dæmi. Ég held að kostnaðurinn sem nú þegar sem að við erum búin að eyða í þetta með vinnu starfsmanna, þessi endurgjöf frá ríkinu, hún mun aldrei dekka það. Það er bara því fjarri lagi, við erum búin að eyða þessum peningum bara með að vinnu starfsmann í dag. Þannig að ég gagnrýni mjög þingmenn og ráðherra fyrir þetta að vita ekki, þetta eru mjög góð lög, ekkert að því og besta mál, þetta er mjög umfangsmikið allt saman og en svo bara kemur það hver að borga? Jú, það kemur ljós að það er bara sveitarfélögin sem að borga fyrir þetta. Við erum ekki að fara neitt frá ríkinu að einhverju viti. Þannig að mér finnst það bara ósanngjarnt. Virkilega ósanngjarnt. Takk fyrir þetta, Tómas Helgi. Já, varðandi frestun, þá var fresta bara þessu með umdæmisráðin í barnavernd sem að, já, þannig að ekki sjálfum farsældarlögunum. Fleiri sem óskar eftir að taka til máls? Gísli, gjör svo vel. Forseti, Þiðstjóri fjölskyldusviðs hafði beðið mig hérna fyrir örstuttri skýringu, frekari skýringu á málinu. Það háttar þannig að það er 32 milljóna króna tekjuframlag frá ríkinu sem að hefur verið ákveðið og var gert ráð fyrir í fjárhagsáætlun þessa árs. En þá lá ekki fyrir og liggur í raun og veru enn ekki fyrir hvernig ríkið hyggst láta útfæra farsældina. Og það var því ekki ljóst við gerð fjárhagsáætlunar að hve miklu leyti þessi verkefni yrðu unnin af okkar starfsfólki og þessir peningar færu þá í að standa straum af þeirra verkefnum og að hve miklu leyti þyrfti að bæta við í mönnun og nákvæmlega hvernig ætti að útfæra verkefnið. Það voru því ekki tök á því við gerð fjárhagsáætlunar að sjá það fyrir nákvæmlega hvað þarf að ráða aukalega vegna þessa verkefnis en nú er ljóst að það er að minnstakosti þessar 7-8 milljónir sem hér eru lagðar til sem viðauki og það er líklegt að það muni koma frekari slík atriði og því miður þá hefur útfærslan dregist allt of mikið en vonandi förum við að sjá til sólar í því. Takk fyrir þetta, Gísli. Já, gjör svo vel, Ari Björn. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, gestir, tilheyrendur. Ég er mikið sammála Tómasi Ellert í þessu máli.
hann á auðvitað þakkir skilið fyrir það sem hann hefur skrifað. Þegar ég hef sér skrifað eftir hann það. Auðvitað er þetta allt og algengt það sem að ríkið er að gera í ýmsum málum og lætur ekki fjármagn fylgja. Við höfum nú allan að reykja okkur á það að fyrir sveitarstjórnarmenn sem hafa verið til lengri og skemmri tíma að þetta er bara allt og algengt og tala nú ekki í svona rísa málaflokki eins og þessum lögum, þessum farsældarlögum að þetta á eftir að verða sveitarfélagunum í landinu mjög dýrt. Og ég tek undir með Tómasi það að þetta þurfa væntanlega í bæjarfulltrúar hverju sem það verður og hvernig sem þessu verður stjórnað að koma þessu kröftulega áfram í þingheim og annað að það fylgi fyrir með þessum lögum. Takk fyrir þetta, Ari. Svo ég misnoti aðeins aðstöðu mína hérna þá er þetta alveg hárrétt sem Gísli er að segja að það voru allir að renna mjög blind í sjóinn með hvað þarf mikla mönnun til þess að uppfylla þessi nýju lög. Og það á eiginlega bara eftir að koma í ljós smá saman. Nú er búið að sjá að við þurfum þarna 1,3 stöðugildi til að byrja með, en það á eftir að aukast og það sem ég hef líka ágjörð það var búið að ákveða að kæma ákveði fjármagn með þessu í innleiðingaferlinu. Þeir eru að tala þetta er innleiðingaferli sem við erum í og þá gert ráð fyrir það verið 4 ár. Þá er ég svo hrædd að þá hverfi fjármagnið sem átt að fylgja með. Þannig að við þurfum að vera á vaktinni og vakta þetta mjög vel, við sem að verðum vonandi áfram. En viltu, gjör svo vel, Gunnar Egilsson. Forseti bæjarfulltrúa tilnefndur og ég tek undir þessu orð hérna Ara og Tómas Ellert og hörnum með þetta mál. Þetta hefur alltaf verið þannig að ríkið leið og við tökum yfir ykkur málaflokk. Það fylgir ekki fjármagni með. Svo bara síðasti málaflokk sem við tókum yfir, málefni fatlara. Og þetta var, ég man eftir þess að við vorum í kosningabaráttu 2010 þegar þetta mál var að gangi í gegn og ég stóð á móti þessu. Og stend ennþá á móti þessu. Það snýst ekkert um það, ég stend á móti því þegar ríkið setur hlutina frá sér þá fylgir ekki fjármagni með. Og það hlaupum á okkur aftur og aftur. Þegar skólinn voru yfirteknir yfir og það voru settir síðan þegar skólinn var yfirteknir þá var settur einsettur skóli og það fylgdi ekki þetta fjármagn með, þetta sjáum við árangurinn af því. Þetta er alveg sama, þetta er allt gott mál, slíkt. Það snýst ekki um það. Það snýst um það að við fáum fjármagn. En það er bara alltaf þannig hjá ríkinu að þeir bara koma með eitthvað og ekkert fjármagn. Það er bara verið. Við erum búin að sjá þetta aftur og aftur og aftur og aftur. Og einhver populismi í kringum einhverjum gera eitthvað hjá einhverjum ákveðnum ráðherra eða hvað sem það breytir engu. Þetta er bara, þetta skiptir ekki máli hvaða flokk það er. Þetta kemur alltaf ykkur frá einhverjum flokkum. En þetta er grafalvarlegt mál og þetta er það sem sveitarstjórnarmenn verða standi í lappirnar. Hvernig ætlum við að sjá til lands í öllum þessum málum? Er þetta nóg fjármagn eins og við sáum eins og málum við fatlara átt að skoða þetta 2014 held ég. Það átt að endurskoða fjármagnið 2014. Ég man bara eftir fyrstu árunum þá vorum við með yfir 100 milljónir. Svo var þetta eitthvað lagað en það dugar ekki til. Við vitum það í dag vantar fullt af fjármuni inn í málefni fatlara. Það er eins og við ramma að reypa draga að reyna að ná peningum út úr ríkinu fyrir því. Takk fyrir þetta, Gunnar.
Fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum viðauka við fjárhagsáætlun 2022. Svo er ekki, þá ber ég viðaukan upp. Þeir sem eru samþykkir viðaukanum vinsamlegast skefið merki. Tillagan er samþykkt með 5 atkvæðum, einhverjir á móti. Svo er ekki, það eru 4 sem sitja hjá. Fulltrúi D-lista sitja hjá. Þá er það 11. liður á dagskránni, það er síðari umræða ársreikning 2021. Á síðasta bæjarstjórnarfundi þá vorum við hérna með fyrri umræðu þar sem ársreikningurinn var lagður fram og í dag er þá síðari umræða ársreikningin eins og lög gera ráð fyrir. Eru einhverjir sem að óska eftir að taka til máls ársreikningin? Já, gjör svo vel Gunnar Egilsson. Forseti, bæjarfulltrúar og tilheyrendur. Já, auðvitað tókum við á síðasta bæjarstjórnarfundi að ræddu þessi mál fram og tilbaka. Það virðist vera lítil breyting á milli ára, eða milli umræða. Sýnist að vera mjög lítil. En ég held að ég þurfi ekkert að vera neitt að bæta við þá umræðu og þá ræðu sem ég hélt á, en ég hef bara stórar áhyggjur af rekstri sveitarfélags. Bara stóra áhyggjur. Og við erum ekki að sjá það að við séum að lækka fasteignagjöld eða fasteignamat eða fasteignagjöld. Og miðað við, nú er ég ekki í pólitík, þó ég sé að hætta, en þá sýnist mér nú loforðalistinn vera dálítið bjartur hjá mörgum í þessu mál í framtíðinni. Og það verður æri verkefni hjá næstu bæjarstjórn að ná tökum á rekstri þessu sveitarfélags eins og staðan er í dag. Þetta heldur svona áfram þá segir maður eins og einn maður sagði: Guð hjálpi Ísland, Guð hjálpi Árborg. Takk fyrir þetta Gunnar. Þeir eru fleiri sem að óska eftir að taka til máls. Brynhildur, gjör svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, gestir og tilheyrendur. Við erum hérna í síðari umræðu ársreikninginn og ég spurði á síðasta fundi, fékk reyndar ekki svar, bara hérna í umræðunum, hvort að sveitarfélagið væri, reksturinn væri rekinn með lántöku. Og ég fékk ekkert svar. Þannig að ég sendi nú aftur, þannig að ég myndi gjarna vilja fá svar frá ykkur með þetta. Næstur við byrðum að verðið bæjarfulltrúi Ari Thoroddsen. Já, forseti, góði bæjarfulltrúar, gestir, tilheyrendur. Auðvitað ræddum við ársreikninginn dálítið skart á síðasta bæjarstjórnarfundi við fyrir umræðu og það er kannski ekkert miklu við hann að bæta nema það auðvitað hefur maður gríðið áhyggjur að rekstrinum og hann hefur farið mjög halloka á þessum síðustu 4 árum þegar að veltuhlutfall á rekstri fer úr 13,8% á sameiginlega, bæði á B-hluta sameiginlega, úr 13,8% niður í 1,7%. Þetta er auðvitað grafalvarlega tölur og þegar að eigið fé sveitarsjóðs er ekki meira heldur en það er í dag, þá
að þá er það mjög alvarlegt líka og það verður verðugt verkefni hjá þeim sem koma hér í okkar stól á næstu 4 árum að gera eitthvað í rekstrinum af því að þetta hefur farið gríðarlega A-hlutin sérstaklega gríðarlega niður á við. Allt sem heitir rekstur sveitarfélagsins fyrir utan auðvitað bílhlutafélögin en hitt er skelfilegt sem auðvitað ber að horfa sérstaklega á í rekstri sveitarfélaga. Það er A-hlutin fyrst og fremst sem að þarf að vera í góðu lagi en það er auðvitað bara hyggilegt hvernig þetta hefur farið hjá okkur núna úr böndunum. Auðvitað hefur verið mikil fjölgun og á þessum síðustu árum. Raun og veru frá árinu 2017 sem það byrjaði að fjölga og allt til dagsins í dag og ekkert útlit fyrir annað en að það komið til með að fjölga hér heilmikið áfram en það verður auðvitað að gæta aðhalds líka í öllum rekstri, alveg sama hver hann er. Við þurfum að gæta aðhalds í heimilisrekstrinum okkar og sveitafélag er ekkert öðruvísi heldur en heimilinu okkar. Það fer úr böndunum ef við eyðum á mikið og þá lendum við á vondum stað. Takk fyrir þetta, Ari. Næstu við beðum orðið bæjarstjóri Gísli Halldór Björnsvæl. Forseti, rekstur sveitarfélagsins er fjármagnaður af skattekjum, fyrst og fremst, og ekki með lántökum. Varðandi eigið fé sveitarfélagsins, þá er það ekki eins einhlítt hugtak og fólk gæti séð í öðrum fyrirtækjum. Það er í fyrsta lagi eins og endurskoðandi sagði á kynningarfundi sínum með ársreikningnum að ef við ætlum að fara að reikna upp lausnarvirði fyrirtækisins að þá er það náttúrulega miklu minna heldur en skuldir vegna þess að stór hluti eigna félagsins verða ekki seldar og það er þannig að stór hluti eigna sveitarfélaga eru götur og rannsóknir okkar mín og fjármálastjóra og fleiri hafa leitt það í ljós að götur sveitarfélagsins eru vantaldar í efnahagsreikningi. Það hefur verið reynt að gera bragarbót á því varðandi með tekjufærslu gatnagerðargjalda að undanförnu en það eiga eftir að fara fram ítarlegri útreikningar á þessum eignum til að skera úr raunverulegt eigið fé sveitarfélagsins. Gjaldfærni sveitarfélagsins hins vegar veltur fyrst og fremst á tekjuflæði, skatttekjum sveitarfélagsins og eins og við þær aðstæður sem við búum núna, sem gríðarlegu verðbólgu og aðrar aðstæður sem að allar hafa hitt sveitarfélagið Árborg illa í einu, bæði staðan hvar sveitarfélagið var í vextinum í upphafi þessa kjörtímabils og allir þeir innviðir sem þá þurfti að stökkva í og verður svona ákveðin stökkbreyting við þennan íbúafjölda, 10.000 íbúa. Síðan í kjölfarið kórónuveiran, mjög aukin félagsþjónusta, ekki bara vegna kórónuveirunar heldur einnig vegna þess að hér sjá íbúar í landinu sér ákveðið gósenland. Hér er veitt góð þjónusta, bæði í félagsþjónustu og í fjölskylduþjónustu annarri. Fólk vill sækja þetta. Sveitarfélagið hefur ákveðið að kosta þarna til. Og þær verðbætur sem að í síðasta ársreikningi eru 1200 milljónir
munu líklega í verðbólgu þessa árs verða nær 1700 milljónum fyrir árið 2022. Þannig að það er enginn að fara að stíga inn með einhverjar barbabrellur og retta þessu. Þetta er ekki glámskyggni að kenna. En vissulega ef að menn vilja ná jafnvægi gæti þurft að taka erfiðar ákvarðanir sem varða þjónustu. Þannig að þetta er vissulega mikil og krefjandi áskorun en það er ekki auðleysanlegt og þetta er ekki skemmtilegt verkefni sem mjög erfiðar ytri aðstæður hafa fært okkur jafnframt tiltölulega erfiðum innri aðstæður. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gísli Halldór. Við erum hérna í síðari umræðu ársreiknings 2021 og næst erum við beðum orðið bæjarfulltrúi Tómas Ellert, gjörðu svo vel. Forseti, já, og viðbóta gestir sem á bæst hérna í sal. Já, við erum að ræða hérna átsendingin, seinni umræða. Við tókumst náttúrulega á hann á síðasta bæjarstjórnarfundi og sem hefur nú smitast út í hérna kosningabaráttuna sem er framundan og kosningarnar sem að verða síðan á laugardaginn. Það var, það var líka að gæta smá sanngirni í þessu umræðu að þessar breytingar á lífeyrisskuldbindingum koma þarna inn sem eru 600-700 milljónir. Ég ræddi þetta við endurskoðendur daginn af hverju það var sett inn í rekstrarreikninginn. Þetta var debatt á sínum tíma, þetta var breytt reikningsskilareglu sveitarfélagana frá 2015. Að þá lækkar þessi halli en við vissum alveg að staðan yrði erfið núna næstu að þetta ár og næsta og en það horfið síðan til betri vegar. Það er reyndar eitt að því að það var minnst á það fyrir hérna bæjarstjórnarfundinum að skýrsla Haraldar Líndal hafi ekki skilað neinu og ekkert verið gert. En við breyttum meðal annars einu í ársreikningnum eða muni eftir því að áður hafði arður að mig minnir af Selfosshveitum verið tvítekinn í tekjuliðinni á rekstrarreikningnum. Það er ekki rétt hjá mér. Þannig að ef við höfum gert upp eftir gömlu reglunum eða gömlu reikningsskilareikningum sem við vorum með og ekki leiðrétt þetta eins og þetta á að vera, þá væri líka betri staða. En það var samt álit okkar að breyta þessu bara strax og gera þetta þá réttara. Var ákveðið debatt sem við áttum með endurskoðendur líka. Þannig að í raun og veru og kannski þessi uppsetning á ársreikningnum þannig, hún náttúrulega, maður getur ekki tekið hann alveg beint og jafna við aðra ársreikninga, maður þarf að kafa ofan í þá til að átta sig á því hvað tölur eiga að vera þarna og hvað ekki. Þess að geta bara saman langt mörg ár aftur í tímann En við megum ekki gleyma því að við erum þrátt fyrir allt að skuldaviðmið ennþá undir löglega lágmarkinu og það okkar metnaður að gera líka vel í fjármálum sveitarfélagsins. Og þess vegna vorum við að samþykkja fara þessa leið hérna að fá brúarsmiðjuna í KPMG. Við höfum metnað fyrir að gera líka vel í fjármálunum. Við getum væntanlega, ef einhver nennir, þráttað þennan ársreikning í allt kvöld. En eins og segi, þetta er komið út í kosningabaráttuna og er rætt þar mikið. Og já, og þannig er bara staðan. Það er skiptar skoðanir hvað er rétt og hvað er rátt í þessu. Það er bara svo það er í minni hlutar og meiri hlutar takast á. Og skila alveg nálgun minni hluta á ársreikninginn. Og svona er þetta bara partur af þessu.
Takk fyrir þetta, Tómas og Lert. Það eru fleiri sem áskattur að taka til máls. Kjartan eða Sigurjón Vídalín, þeir voru rosalega jafnir. Kjartan, gjör svo vel. Um það. Ég fekk hann í frambúðinu sinni. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur, heima og heimann. Ég ætla nú að áðinni fæ næsta hóstakast að romsa úr mig hérna smávegis. Það var að vísu ágætu punktur hérna áðan sem að hann hérna Gísli Halldór var að tala um að því að var að tala um raunvirði á eignum sveitafélagsins. Ég man að ég ræddi þetta mál einhvern tíma við hérna Pál hjá Eflu. Ég var að klippa hann og hann einmitt sagði það að verður tekin eftir einhver samantekt þetta reglulega hvað væri lægi mikið í lögnum og götum og ýmsu. Þetta þyrfti náttúrulega, því þetta er auðvitað grafalegt mál ef eitthvað kemur upp á náttúruvá og annað slíkt jarðskjálftar þannig að það er mjög gott að halda þessu vel til haga og halda vel utan það hverjir okkar eignir, rauneignir eru í öllum þessum innviðum sem að liggja bæði hér ofan í jörðinu og ofan jarðar en það var ekki að ég ætla að ræða. Við fórum nú yfir það í nokkuð löngum máli síðasta fundi fjárhaginn. Staðan er grafalvarleg. Mörg vaxtar sveitarfélög í samanburði við sveitarfélag Árborg ná samt sem áður að hafa jafnvægi í sínum rekstri þannig að þeir skila ekki svona erfiðri niðurstöðu eins og við erum að gera. Hverja sem skýringarnir eru til hlítar og því við getum deilt það hér í allan dag og tekist á það. En það er alveg öruggt að staðan er ekki góð. Og ég hef ekki heyrt tölurnar á fyrstu 3 mánuðum þessa árs en það er ekkert víst með langi að heyra það. En ég held að við bara vísum hér eða allavega ég fyrir mína hönd segi úr minnhlutanum í þá bóku sem verðum við hér og eftir og ég ætla bara að fá að gera orð eins frambjóðanda fyrir kosningarna 2018 að mínum stöðvum útgjaldalegan. Takk fyrir þetta, Kjartan. Næstur við beðum orðið bæjarfulltrúi Sigurjón Vídalín, gjörðu svo vel. Forseti, við erum hérna í beinni umræðu um ársreikninginn 2021. Ég get svo sem sagt eins og þeir sem á undan mér hafa komið að nú vísaði mestu í það sem var sagt hér á síðasta fundi en mér langar þó að bæta við að því að Tómas Ellert bentir réttilega á að þessi umræða hefur eðlilega smitast inn í kosningabaráttuna að ég veit ekki hvort að fólk gerir sér grein fyrir því, ég veit ekki einu sinni hvort að frambjóðandi Sjálfstæðisflokksins gerir sér grein fyrir því, en við erum ekki að reka fyrirtæki sem er að framleiða vörur og selja eða selja þjónustu. Þetta er opinbert fyrirtæki, opinber þjónustustofnun í raun og veru. Það er það sem að sveitarfélagi gerir fyrst og síðast og það sinnir ákveðnum lögbundnum verkefnum fyrir íbúana sína. Verkefnum sem það getur ekkert skorast undan. Verkefnum eins og að byggja nýjan grunnskóla, fjölga þar að leiðandi starfsfólki, vegna þess að það er bara í lögum að okkur er skylt að veita öllum grunnskólabörnum í sveitarfélaginu pláss í skóla. Við getum ekkert bara sagt, fjárhagsstaðan er svo slæm núna við ætlum að byggja skóla eftir 2 ár eða 3 ár. Það er bara ekkert í boði. Þetta vita náttúrulega allir. Og þess vegna er þessi umræða svolítið þreytt að vera alltaf að tala um það að það sé verið að reka hér eitthvað einkafyrirtæki eða fyrirtæki á markaði. Það er bara alls ekki þannig. Ég get svo sem haldið hérna áfram og bent á það að þessi slæma niðurstaða í þessum ársreikningi 2021 er að hluta til komin vegna þess að við höfum þurft að bæta verulega við þjónustun og fjölga starfsfólki vegna þess að sveitarfélagið er að stækka.
En hún líka tilkomin vegna þess að við fengum auka reikning eða auka reiknaða stærð upp á tæplega 500 milljónir í lífeyrisskuldbindingar. Það gat enginn séð það fyrir að einhverjum trygginga starffræðingi dytti það í huga að fara að reikna það fyrir einhverjum mánuðum síðan. Við gátum heldur ekki séð það fyrir að verðbólgan yrði jafn há og hún og raun ber vitni þegar var verið að gera fjárhagsáætlunina. Ríkið réttar sagt skuldar okkur cirka 220-50 milljónir fyrir málefni fatlaðra. Það verkefni sem við getum ekkert sagt bara við höfum ekki efni á þessu því að fjárhagsstaðan svo slæm. Það þetta sem ég að tala um. Þetta ekki fyrirtæki á markaði. Þetta ekki HF eða EHF. Þetta opinbert þjónusta sem að í langflestum tilfellum lögbundin. Og eins og þið hafi bent réttilega á, þá B-hluta fyrirtækin rekin bara nokkuð vel með hagnaði yfirleitt. Eðlilega, það fyrirtæki sem að selja vöru eða þjónustu, til dæmis heitt vatn. Það gildi allt önnur lögmál þau. Vissulega þetta ekki góð staða. Ég ætla ekki að draga fjöður yfir það. Það ekki einu svona ágreiningur það. Það sem skiptir máli hérna það að við áttum okkur öll á því og auðvitað áttum okkur öll á því að í rekstri sveitarfélaga þá koma tekjurnar alltaf eftir á. Allir nýju íbúðirnir okkar, þeir að fá hérna fyrirframgreiðslu, þeir að fá yfirdrátt, nema þeir ekki að taka hann sjálfur persónulega heldur við sveitarfélagið. Og þá tekur það bara okkur einhver ár að borga þetta niður. En það mun gerast. Og það að góða við það að það sé að fjölga í sveitarfélaginu okkar. Að þrátt fyrir að það sé erfitt núna, þá verður þetta miklu betra eftir einhver tíma. Og þá getum við farið að horfa fram á bjartari daga með betri rekstri og lækkandi álögum fyrir íbúa og fyrirtæki. Takk. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Næst hefur beðið orðið Brynhildur Jónsdóttir. Gjörðu svo vel. Forseti. Mér finnst reyndar nálgun bæjarfulltrúa Tómasar LS á ársreikninginum svolítið sérstök vegna þess að þetta ekki túlkunaratriði. Ársreikningur ekki túlkunaratriði. Og bara Sigurjón, bæjarfulltrúi Sigurjón, hann taldi þetta upp nákvæmlega lið fyrir lið. Og þetta ekki einhver, þetta bara staðreyndir sem liggja á borðinu og það ekki hægt að túlka þetta af neinn annan hátt en við erum að gera. Þú verður bara að sætta þig við það. Það ekki hægt að fara í hringinn í kringum þetta eins og þú hefur oft gert með mörg mál. Þetta bara staðreyndir. Takk fyrir þetta. Og næst við beðum orðið bæjarfulltrúi Gunnar Egilsson. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúi og tilheyrendur. Takk fyrir þetta. Arna, það hafa rétt. Já, hér fóru þeir upp, þeir af meirihlutamönnum og ég eiginlega bara skilkorti upp eða niður það sem voru að tala. Ég segi nú bara ekki annað en það. Lögbundin þjónusta, að það alveg rétt. Við höfum margbent á þetta að vera lögbundin þjónusta sem þurft að gera. Og vinna eftir því. Því miður hefur það ekki alltaf verið. Það hefur verið farið í önnur mál frekar heldur lögbundin þjónustu. Við höfum bent á þetta, við erum búin að benda á þetta allan ég sem sita hér í pontu, ég er búin að benda á þetta. Ég ekki að gagnrýna það sem vel gert og ég hef
samþykkt þá hluti sem vel gert. Aftur á móti lít ég á það núna að staða sveitarfélagsins með tæpa 2,5 milljarð tap á A-hlutanum og eins og Sigurjón Vídalín kom hérna inn á að frábært B-hluta fyrirtækin eru rekin með góðum afgangi, rekstri. Þú skalt ekki gleyma því, Sigurjón Vídalín, að heita vatni getur við rekin með hagnaði. Fráveitan, í raun hún ekki rekin með hagnaði. Hún fer inn í næstu framkvæmdir. Aðalsjóður skuldar fráveitunni sennilega eitthvað 2,5 milljarð. Ég giska á það. Þess að ef það verið farið í fráveitunni núna, þá þarf hún ekki að taka lán. Aðalsjóður bara borgar það inn, þá þarf hann að taka láni. Íbúarnir eru búnir að borga þetta. Kaldavatnið, íbúarnir borga kaldavatnið og rúmlega það. Það er bara þannig. Við íbúarnir, sem við erum öll hérna, við erum búnir að borga fyrir það og það á ekki að líta á það sem einhver bullandi hagnað að fráveitan og vatnsveitan sé mikið hagnað. Lægið með hitaveituna vegna þess að það þarf að framkvæma miklu meira þar. Núna er verið að framkvæma það að vera að fara sem betur fyrr, bara reynstöðuna. Frábært mál, frábært mál. En fráveitan er rekin sem sér félag. Þó að bæjarfélag eigi það, eða við íbúarnir, ekki að við íbúarnir eigum þetta. Það sem maður hefur gert, það sem maður hefur áhyggjur, það er rekstur sveitarfélagsins. Þið fóruð þetta Gísli fóru aðeins yfir þetta með, ég man ekki hverja sem margir búið að tala, með Harald Líndal. Ég man það í skýrslu Harald Líndal þá segir hann, já það þarf að fara verulega vel með fjármuni í þeirri skýrslu til þess að missa ekki tökin á málunum. Það hefur ekki verið farið vel með fjármuni. Ég bara get ekki orðað bundist í. Við getum alveg haldið áfram hérna og rökrætt hérna ásynning fram og tilbaka. Ég var nú bara að reka augun núna í blaðagrein hérna á hann. Þar erum við í launaflokknum hæstir og við erum neðstir á öllum sveitarfélögum hérna, 10 efstu sveitarfélögum. Í hérna rekstri, ég var að lesa þetta áðan. Þar erum við lægst. Við erum með skuldahlutfallið og annað alveg rosalega neðar. Á móti önnur sveitarfélög standa sem betur. Við erum lægstir og hæstir á öðrum sveitarfélögum. Ég held þú ættir að skoða, þetta er ég var bara að senda þér þetta grein. Það kemur þetta fram. Það er þetta, það sem er eins og til dæmis á síðasta ári. Þá var sveitarfélagið rekið með 950 milljóna halli. Núna 2,5 milljarð tæpir. Svo kemur eignasjóðurinn. Ég fekk nú útskýringar á þessu eignasjóðunum. Það er svona aðeins svona sem mig langar að ég skil hann, en ég er ekki alveg innkeyptur fyrir þessu. Alveg. Þá endanum verður 2.145.000 þegar eignasjóðunum kom inn. Þetta sem Gísli talaði að meta eignir upp að sveitarfélagi, við erum ekki að fara að selja götur og lendur sem við erum með. Það er bara ekki. Þetta er bara hjá öllum sveitarfélagum með þessu. Við verðum auðvitað að taka hvernig staðan hjá öðrum sveitarfélagum. Önnur sveitarfélög eru búin að ganga í gegnum COVID eins og við.
Og mörg af þeim að hafa staðið sér bara ótrúlega vel og haldið á spilum. Við erum bara með 3,5% fjölgun á síðasta ári. 3,5% held ég að verið árið þar á undan. Ég held að sé 4,8% fjölgun að hellu á síðasta ári. Við verðum að taka prósentutölu líka. En það var aðeins rætt hérna í sambandi við það að við vildum hafa meiri útsvarstekjur. Ég er alveg sammála því. Við höfum meiri útsvarstekjur. Við tókum dálítið viðmiðun á Garðabæ, það munaði dálítið miklu. En við erum samt til dæmis eins og, ég held eins og Keflavík, að við séum 100.000 meiri útsvarstekjur á hvern íbúa með það. Með við þá og okkur. Við erum betur sett. Og ef við getum þetta rífist þetta í allan dag og allt. Nei, við getum alveg rökrætta þessi mál fram og tilbaka en við höfum auðvitað áhyggjur af þessu. Ég ætla ekki að fara ofan í einhverja algjöra tölur og liði. Ég bara einhvern veginn datt út og nefndi ekki að pæla mikið í tölum tímabili og hef ekki lagt þar á minni eins og ég hef búin að gera allt kjörtímabili. Það er bara, maður næri ekki yfir þetta. Held að halda yfir þetta hvernig þetta er. Þetta er samt. Já, þetta er ekki gott. Og það verður erfitt. Það verður mjög erfitt á næstu bæjarstjórn. Það er prins. Takk fyrir þetta, Gunnar. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls hér undir liðnum önnur umræða? Ársreiknings 2021. Já, Guðbjörg, gjörðu svo vel. Forseti, aðrir gestir. Ég þakka nú fyrir tækifæri að fá að vera með ykkur hérna á þessum síðasta fundi við forföllum helga og hafði ekki kost að taka þátt í þessari fyrri umræðu ársreikninginn. En það vakti athygli mína í vikunni, þá var fjallaði viðskiptaráð útgjöld sveitarfélaga eða afkomu og þeirri úttekt kemur fram að 40 ára skeið hafa sveitarfélögin ekki verið sjálfbær í rekstri. Og að hlustandi á ykkur enn dag, það er svona vekur upp spurningar. Þetta er náttúrulega alltaf verið að setja álögur á sveitarfélögin að hálfu ríkinu, en ekki fylgir með fjármagn. Þannig að ég held svona, þó að staðan sem er ekki góð þetta árið, þá er ljós í myrkrinu svolítið hér. Þetta er ungt samfélag. Við erum með mikið af ungu fólki, svona aldurskurvan er jákvæð. Þannig að margir eiga eftir að koma inn á vinnumarkaðinn og við höfum eftir að útsvarstekjur hér eiga eftir að aukast. Við vonumst líka til í að hérna skapist fleiri störf og fleiri eru að flytja hingað sem eru svona hálfuna tekið fólk. Þannig að ég held að ég segi margir jákvæði póstar. En ég held að svo sem ekki að fara ítalið út í reikningin. Ég held að ég ekki fengið skýringur á honum ítalega en ég held að þetta er bara verið að gera vel hér. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðbjörg. Já, næst hefur beðum orðið bæjarfulltrúi Klara Auðbjörð. Gjörðu svo vel. Já, forseti. Bæjarfulltrúar og áheyrendur. Ég tek alveg undir ansi margt sem hefur komið hérna fram, en það er vissulega halli. En við stöndum í sögulegri uppbyggingu hér í Árborg sem krefst útgjalda
við meðlandsinn við og öðrum áskorun sem hafa dunið á þetta kjörtímabil. Þetta er náttúrulega ekki eðlilegt kjörtímabil. Þess vegna finnst mér mjög mikilvægt að við fáum KPMG inn í rekstrarfyrirkomulagið og vera styðjandi við starfsmenn svo rekstur Árborgar verði með sem besta móti næsta kjörtímabil. Við þurfum að halda áfram að byggja upp hér í Árborg þar sem við erum að horfa til framtíðar en ekki til nokkur ára. Það er það sem ég sé hér. Takk. Takk fyrir þetta, Klara. Fleiri sem óska eftir að taka til máls. Vel, bæjarstjóri Gísli Halldór. Forseti, ég tel að það sé við hæfi undir þessum lið síðari umræðum ársreikning í ljósi þess að það er líklegt að þetta sé síðasti fundur þessarar bæjarstjórnar. Þá vil ég þakka kærlega fyrir skemmtilegt og mjög spennandi samstarf á kjörtímabilinu. Þetta hafa verið mjög áhugaverðir tímar. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gísli Halldór. Og ef að ekki fleiri óska eftir takk til máls í þessari annarri umræðu ársreikning, þá ber ég hann upp til samþykktar eða synjunar þeir sem samþykja ársreikning 2021 vissulega skefið merki. Hann er samþykktur samhljóða og já. Bæjarfulltrúi Brynhildur Jónsdóttir gerir grein fyrir atkvæði D-listans, gjörðu svo vel. Já, forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur og gestir. Bæjarfulltrúar D-listans þakka starfsfólki Sveitarfélagsins Árborgar fyrir vel unnin störf á árinu 2021. Það verður að segjast að niðurstaða ársreiknings Sveitarfélagsins fyrir árið 2021 valda miklum vonbrigðum. Gríðarlegt tap er á rekstri Sveitarfélagsins og skuldahlutfall þess eitt það hæsta á landinu. Fjárhagsleg staða Sveitarfélagsins er grafalvarleg og það er því dapurlegt að upplifa þá stöðu að Sveitarfélag Árborg sé rekið með 2 milljarða og 480 milljóna króna tapi árið 2021 á A-hlutanum, sem gerir 6,7 milljónir tap á dag. Rekstrarniðurstaða A-sjóðs sem hlutfall af tekjum nemur mínus 19,4% sem er ein alversta rekstrarniðurstaða sveitarfélags á Íslandi. Meirihlutinn hefur í umræðinni bent á að það sé sambærilegt og þau sveitarfélag sem er í svipuðum vexti. Því fer fjarri. Til samanburðar má nefna að rekstrarniðurstaðar Mosfellsbæjar er mínus 4,6%. Hveragerðisbæjar mínus 9,4%, Garðabæjar mínus 1,8% og Akureyrar pluss 1,4%. Ársreikningurinn endurspeglar þann alvarleika sem bæjarfulltrúar D-listans hafa best bent á sem felst í því að aðhalds er ekki gætt í rekstri og forgangsröðun er ekki í samræmi við skyldur sveitarfélagsins. Hafa því skuldir aukist umtalsvert á sama tíma og illa gengur að byggja nauðsynleg innviði fyrir lögbundna starfsemi. Í framanlögðum ársreikning eru skuldir og skuldbindingar sveitarfélagsins orðnar 21 milljarður og hafa tvöfaldast á kjörtímabilinu. Og samkvæmt áætlun mun þær enda í 25 milljörðum á þessu ári að minnstakosti. Skuldahlutfall A-sjóðs er komið í 181% og mun hækka á næsta ári. Frá því þegar núverandi meirihluti tók við stjórn sveitarfélagsins hafa rekstratekjur A-hlutans bæjarsjóðs aukist 50% á meðan rekstragjöld hafa vaxið 70% og undirstrikar þá grafalvarlegu stöðu sem sveitarfélagið Árborg er komin í undir stjórn Framsóknarflokks, Miðflokks, Samfylkingar og áfram Árborg. Þessi aukning gjalda umfram tekjur nemur 3,3 milljarða króna á aðeins 3 árum. Sveitarfélagið getur ekki talist rekstrarhæft
þar sem það þarf að taka lán fyrir rekstrinum. Sú staða er dapurleg svo ekki sé meira sagt. Núverandi meirihluti er löngu búinn að missa alla tök á rekstrinum og ef framheldur sem horfir þá mun Árborg lenda í greiðslufalli innan örfáa mánaða. Yfirlýst markmið nýs meirihluta sem tók við rekstri sveitarfélagsins Árborg vorið 2018 var að taka til í rekstrinum og stoppa útgjaldalekann. Niðurstaða stóra lekamálinu er stjórnlaust rekstratap A-sjóðs sem jafnast á við byggingu 3 leikskóla og skuldir og skuldbindingar úr 11 milljörðum í 21 milljarð króna og undir þetta skrifar bæjarfulltrúi D-listans. Takk fyrir þetta, Brynhildur. Næst erum við beðið orðið að gera grein fyrir atkvæði sínu bæjarfulltrúi Tómas Ellert Björnsson. Forseti, ég legg fram bókun hérna í nafni bæjarstjórnar meirihlutans. Ég er búinn að senda hann á þig, hérna Gísli. Rekstrarniðurstaða sveitarfélagsins samkvæmt samanteknum rekstrarreikningi A- og B-hluta var neikvæð 1790 milljónir króna, en í fjárhagsáætlun var gert ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu að fjárhæð krónur 1184 milljónir króna. Heildartekjur A- og B-hluta eru 12,64 milljarðar og heildarútgjöld án fjármagnsliða afskrifta 12,58 milljarðar. Rekstrarniðurstaða sveitasjóðs A-hluta er neikvæð 2145 milljónir eða 2,1 milljarð króna en áætlun gerir ráð fyrir neikvæðri niðurstöðu upp á 1446 milljónir króna. Helstu ástæður þessa munar eða hækkun vísitölu var mun meiri en fjárhagsáætlun gerir ráð fyrir, en slíkar hækkanir á vísitölu hafa gríðarlega áhrif á rekstrarniðurstöðu allra sem skulda. Þrátt fyrir áhrif hækkunar vísitölu þá eru þó enn meiri áhrif á rekstrarniðurstöðuna svo ákvörðun tryggingastærðfræðinga, fjármálaráðuneytis, að nú skuli með einskiptisfærslu fara til bókar breyting á lífeyrisskuldbindingu. Áhrif þeirrar aðgerðar hefur mikil áhrif á rekstrarniðurstöðu sveitarfélaga almennt. Hér nemur sú breyting 583 milljónum króna. Það jákvæða er þó að hér einskiptisaðgerð að ræða sem ekki mun falla til á næstu árum. Einnig má nefna að tekjur sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóð sem hlutfall af heildartekjum hefur lækkað töluvert á milli ára á undanförnum árum. Ríkissjóður er ábyrgur fyrir því. Ýmsar lagasetningar Alþingis, svo sem málefni fatlaðra og farsældarlögin valda nú sveitarfélögum töluverðum kostnaðarauka sem allt stefnir í að þau mun ekki fá bætt nema að litlu leyti. Ljóst er að kjarasamningar og ýmsar breytingar sem í þeim eru hafa haft mikil áhrif á rekstur sveitarfélaga sem erfitt var að sjá fyrir í aðdraganda gerðar fjárhagsáætlunar. Fjárfestingar á árinu 2021 voru miklar. Stekkjarskóli fór í byggingu, lokið var við Selfosshöllina og leikskólann Góðheima, auk þess sem að gatnagerð er í gangi í Björkstykki svo nefndar séu nokkrar af helstu fjárfestingum. Í árslok er hlutfall skulda af tekjum af frádráttum lífeyrisskuldbindingum sem falla til eftir 15 ár eða síðar eða hið svokallaða skuldaviðmið 138,4%. Samkvæmt fjármálareglum sveitarfélaga má það ekki fara yfir 150%. Tómas R. Tómasson M-lista, Arna Ýr Guðmundsdóttir S-lista, Klara Öfjörð S-lista, Guðbjörg Jónsdóttir B-lista og Sigurður Vídalín Guðmundsson A-lista. B-lista. Takk fyrir þetta, Tómas Ellert. Þá erum við komin að fundagerðum. Það er fyrst fundagerð, það er 12. liður, það er fundagerð bæjarráðs frá 28. apríl. Einhver sem óskar eftir að taka til máls undir þeim lið?
Þá er það 13. liður, það er fundagerð eigna- og veitunefndar frá 27. apríl, einhverju sem óska eftir að taka til máls undir þeim lið. Bæjarfulltrúi Tómas Ellert, gjörðu svo vel. Hérna voru nú eingöngu 3 mál á dagskrá á þessum fundi, það var annars vegar ársreikningur Selfossveitna og síðan 2 mjög mikilvæg mál. Annars vegar var boðin út þarna, var farið yfir innkomin tilbúð á húsnæðislausnum vegna BS á Eyrarbakka og það mál er komið í farveg þannig að vonandi verða þessar færilegu kennslu og tilbúnar fyrir skólabyrjun. Og svo er það frístundamiðstöðin. Það var samþykkt á þessu fundi eins og kemur fram líka í fjárfestingaráætlun. Þannig að ég held að sé nú þverpólitísk samstaða þetta mál. Það er frístundamiðstöðin, að hún minnst kosti farin í það var samþykkt á þessu fundi að setja hana í útboð. Takk fyrir þetta, Tómas Ellert. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessari fundagerð? Það er fundagerð eigna- og veitunefndar frá 27. apríl. Bæjarfulltrúi Guðbjörg, gjörðu svo vel. Forseti og gestir. Ég er formaður íþrótta- og menningarnefndar eins og er búin að vera þetta kjörtímabil og við fögnum því sérstaklega að frístundamiðstöðin sé komin á þetta stig. Ég hugsa að íbúar almennt gerir sér ekki grein fyrir þörfinni fyrir þessu húsnæði eða þessu úrræði. Ég bara lýsi ánægju minni og ég er örugglega fyrir hönd nefndarinnar að þetta sé á þessu stigi. Þrátt fyrir að staða sveitarfélagsins sé eins og hún er, þá var þetta alveg gríðarlega mikilvægt. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Guðbjörg. Þá er það 14. liður, það er fundagerð bæjarráðs frá 5. maí, 148. fundur. Einhverju sem óska eftir að taka til máls undir þeirri fundagerð? Svo er ekki. Þá er það 15. liður, það er fundagerð skipulags- og bygginganefndar frá 94. fundi sem haldinn var 4. maí. Einhverju sem óska eftir að taka til máls undir þeim lið? Já, bæjarfulltrúi Sigurjón Vídalín, gjörðu svo vel. Forseti, ég kem hérna ekki undir neitt sérstakann lið, heldur langar mig í tilefni þess að þetta er síðasti bæjarstjórnarfundur þessarar bæjarstjórnar og þetta var síðasti fundur skipulags- og byggingarnefndar sem ég hef verið formaður fyrir síðast á þessu kjörtímabili. Að þakka nefndarfólki sérstaklega fyrir vel unnin störf og gott samstarf. Það hefur heilt yfir ríkt gott samkomulag og þau mál sem hafa verið til umfjöllunar innan nefndarinnar hafa í nánast öllum tilfellum verið afgreidd í sátt og samlyndi, við getum sagt sem svo, að örfá mál hafa farið í atkvæðagreiðslu og við langar að þakka aftur kjörnum fulltrúum fyrir gott samstarf og starfsfólki skipulags- og byggingarsviðs. Auk þess langar mig í tilefni þess að þetta er síðasti bæjarstjórnarfundur að þakka starfsfólki sveitarfélagsins, bæjarfulltrúum og öðrum sem að við höfum haft samskipti og kynni af síðustu 4 árum. Innilega þakkir fyrir samstarfið og gangi ykkur öllum vel. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Sigurjón. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Bæjarfulltrúi Kjartan Björnsson, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur, áhorfendur og stað. Mér langar nú bara ekki í tengslu við neina sérstaka dagskrárliði, en bara af því að þetta er nú síðasti fundur þessa kjörtímabils og finnst mér bara tilhlýðilegt að fá að þakka bæjarfulltrúum fyrir samstarfið á þessu kjörtímabili og ég vil auðvitað þakka þeim sérstaklega sem eru að hverfa á braut. Horfi hér til Gunnars Egirssonar sem er búinn að vinna af trúmennsku við sveitarfélagið öll þessi ár og ég veit ekki hvort ég á að þakka Ara fyrir það því að hann er ennþá í séns en kannski ekki raunhæfum. Og auðvitað í meirihlutanum þeir sem eru að hætta og eru ekki hér að hluta, þakka þeim fyrir gott samstarf og upptökumannunum og starfsmönnum hér á fundunum. Þakka innlega fyrir. Takk fyrir þetta, Kjartan. Fleiri sem óska eftir taka til máls undir þessum lið. Þá er það 16. liður á dagskránni. Það er fundargerð eign- og veitunefndar 64. fundur sem var að haldin 4. maí. Einhverjum sem óska eftir að taka til máls undir þeim lið. Bæjarfulltrúi Gunnar Egirsson, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, tilheyrendur og áhorfendur. Og ég ætla nú ekki að taka undir neitt, það er ekki neitt sérstaklega liðið sem ég er að fara í. En ég ætla að þakka fyrir mig. Ég er búinn að standa hér í ponti í 12 ár. Og það er bara ágætis tími að hætta. Og ég óska þeim sem er að fara af braut eftir þessar kosningar. Þakka þeim samstarfið. Og óska þeim sem eru hér sem kannski ná kosningu til hamingju. Og þakka starfsmönnum sveitarfélagsins fyrir öll þessi ár sem ég hef búin að vera hérna í þessari bæjarstjórn, fyrir veita mér þær upplýsingar sem ég hef óskað eftir. Það har oft verið tekist á hérna, málefni, og fólk er ekki sammála. Það er bara eðlilegt. Við getum alveg verið sammála og við erum ósammála. Og þetta snýst það, að fólk hafi gagnrýni og þoli gagnrýni og geti rætt málin og komið sína skoðunir og komið þeim að framfæri. Það er bara þannig, svona er þetta. Svona er lýðræði. Auðvitað vildi maður bara vera Pútín og geta stjórnað þessu öll saman. En því miður er það ekki gott eins og við sjáum í dag. En ég þakka kærlega fyrir mig. Þetta er búið að vera skemmtileg ár. Ég hef gaman af pólitík. Og ég mun að halda áfram að hafa gaman af pólitík. Og ég mun fylgjast með. Ég mun gagnrýna ef mér finnst ekki vel gert. Og hrósa ef það er vel gert. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Gunnar Egirsson. Næstur við biðjum orðið bæjarfulltrúi Ari Björn Thorarensen. Gjörðu svo vel. Já, forseti, góð bæjarfulltrúar, tilheyrendur og gestir. Það er undir núna fundargerð framkvæmd og veitumstjórnar. Það er nú hérna þriðji liður sem hefur nú kannski verið svolítið skrítið fyrir okkur sem er ekki í nefndinni að fá það skjal eins og það er uppsett. En ég auðvitað gerir mér samt alveg grein fyrir því hvernig það hefur verið. Þetta hefur umræð og fundurum langt yfir 5 ára áætlun. En það er svona svolítið skrítið fyrir okkur sem er ekki í nefndinni að fá þetta svona uppsett eins og það er. Það er bara svona talið niður á 21 og svo lítið annað. En ég skil alveg þetta hefur verið kannski meira
fókuserað og spjallað hvað átt að vera. En ég ætla nú kannski að gera bara eins og aðrir. Ég að hverfa á braut úr þessum stóli bæjarfulltrúa. Ég ger ekki ráð fyrir neinu öðru en að þetta sé minn síðasti bæjarstjórnarfundur. Það væri eitthvað furðulegt ef að það væri eitthvað öðruvísi. Þó maður sé í framboði þá maður kannski ekki eftirspurn. En ég vil auðvitað búin að kynnast gríðarlega mörgu fólki og skemmtilegu og eiga ánægjuleg samskipti við alla held ég. Þó að sé oft tekist á og menn eru sammála og vera ósammála og allt það. En ég kom fyrst inn á bæjarstjórn 2005 og satt 2 bæjarstjórnarfundi á kjörtímabilinu 2002-2005 sem varamaður og svo mjög marga fundi, við enga tölu á því, á kjörtímabilinu 2006 til 10 satt ég mjög marga fundi, meir og minna allt kjörtímabili og svo alveg kjörum fulltrúi síðan 2010. Og þetta búið ánægilegu tími og ég vil bara þakka öllum starfsmönnum bæjarins og öllum bæjarfulltrúum sem ég hef starfað með á þessum tíma kærlega fyrir ánægileg og góð kynni í öllu þessu starfi. Takk fyrir þetta, Ari. Fleiri sem áska eftir að taka til máls. Bæjarfulltrúi Tómas Ellert, gjörðu svo vel. Forseti, já, það er skemmtilegt að enda þennan kjörtímabil á fundagerð eigna og veitu, það er vel við hæfi. Ég held, Ari, varðandi uppsetningun á þessu skjali, ég hef einmitt verið að benda á þetta að þetta er tæknilegs eðlis að þegar menn að setja Excel-skjöl inn á kerfið, þá þurfa menn að fara í print preview og áður og lagfæra þetta. Þess vegna þurfa bara að gera það þegar áður heldur að setja Excel-skjöl inn. En þetta var tæknilegs eðlis, en ég ætla bara að þakka ykkur fyrir ég ætla að segja fyrir veturinn, það er fyrir þessi 4 ár, þetta er rosalega fljótt að líða og og þetta er búið að vera mjög skemmtilegur og gefandi tími, það er ekki það og eins og segi, þá hefur komið fram í máli þeirra því sem hafa komið hér undan mér í ræðustóla að auðvitað er oft ekki stá, ég meina það snýst pólitík, við erum ekkert sammála um hlutina, langt í frá. Lífið er pólitík, stóri efast að einhver í maka þar sem hefur alltaf verið sammála um allt. Lífið er pólitík og lífið er stjórnmál. En hún er það, en ég vildi bara þakka, eins og segi, ykkur fyrir samvinnuna og starfsmönnum sveitarfélagsins. Fyrir þeirra þrekverki síðustu ár í þessu COVID-dæmi og munum bara að horfa björt til framtíðar. Ég hef fulla trú á sveitarfélaginu Árborg. Ég sagði nú í dag að sveitarfélagið Árborg er heitasti staðurinn á landinu. Takk fyrir þetta, Tómas Ellert. Þá held ég að séu ekki fleiri sem hafa beðið um orðið á þessum síðasta bæjarstjórnarfundi á þessu kjörtímabili. Ég vil auðvitað bara minna alla á að skrifa undir fundagerðina og svo skrifa undir líka rafrænt þegar við fáum skilaboð um það. En ég vil taka undir með þeim sem hafa komið hér upp og þakka fyrir samstarfið og síðastliðin 4 ár og við höfum auðvitað eins og hefur margt komið hérna fram, við höfum tekist á um margt en við höfum líka verið sammála um mjög margt og ég held bara að við getum gengið bara nokkuð sátt frá borði. En ég bara vil endurtaka þakkir mínar fyrir samstarfið og þakkir til starfsmanna sem hafa aðstofað okkur hérna og verið okkur innan handar og með þeim orðum þá slít ég fundi. Sjáumst síðar.
Takk.